Góðan daginn, gott fólk. Gott að sjá ykkur í dag. Þau ekki að rísa á fætur og lofa Guði saman. Amen. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Oh, oh. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Oh, nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Halleluja. Halleluja. Takk Jesús. Halleluja. Það er ekkert ómögulegt fyrir Guði. Það er ekkert ómögulegt fyrir Guði. Amen. Halleluja. Við hefum stóran Guð, mikinn Guð, máttugan Guð. Halleluja. Takk Jesús.
lausn og hjálp hjá þér ég finn í sér hvert sinn hjálpar hönd og miskunn og þegar leið ég þreytist ekki nýjan þrótt hjá Guði finn því treyst ég get og mína von á Kristi sinn og sál mín syngur ást þín endalaus ást þín endalaus ást þín endalaus ást þú gafst því elskað ég þú fyrirgafst ég fyrirgef þín ást allt þú finnur líf mitt von á ný og sál mín syngur ást þín endalaus ást þín endalaus ást þín endalaus og sál mín syngur ást þín endalaus ást þín endalaus ást þín endalaus því þitt er ríkið þú ljósið allt sem lýsir best því þitt er ríkið því þitt er ríkið þú ljósið allt sem lýsir best því þitt er ríkið því þitt er ríkið þú ljósið allt sem lýsir best og sál mín syngur ást þín endalaus ást þín endalaus ást þín endalaus og sál mín syngur ást þín endalaus ást þín endalaus ást þín endalaus og sál mín syngur ást þín endalaus ást þín endalaus ást þín Halleluja, Jesus. Við lofum þig í dag, drottinn minn og Guð. Halleluja, Faðir. Lyftum upp þínu nafni, drottinn. Halleluja, Jesus. Takk, drottinn Guð. Halleluja. Nú ætla krakkarnir að fara fram með Kristínu og halda áfram með sína stund þar.
that can silence roaring waves. I know a name that can empty out a grave. I know a name, it's the only name that saves, and it's worthy of all praise. I call you Jesus, I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave every time I call you Jesus. I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave every time I call your name. I have a King with dominion over death. He holds the keys, yeah. In his nails got hands. He is the heel, yeah, that has crushed the serpent's head. I'm resurrected, great I am. I call you Jesus, I call you healer, risen and reigning in power. Something comes out of the grave every time I call you Jesus. I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave every time I call your name. Chains break, dry bones wake every time I call your name. The gates of hell shake every time I call your name. Chains break, dry bones wake every time I call your name. The gates of hell shake every time I call your name. Where, death is now your sting, and where, grave, your victory. Where, death is now your sting, and where, grave, your victory.
and reigning in power. Something comes out of the grave. Every time I call you Jesus, I call you Savior, worthy of glory forever. Something comes out of the grave. Every time I call your Christ is my firm foundation, the rock on which I stand when everything around me is shaking. I've never been more glad that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations, so I would leave Him now.
Drottinn Jesús bregst okkur ekki. Amen. Halleluja. Það segir í Lúkasar Guðspjalli 24. kafla, versi 5. Þá eru konurnar komnar að gröf Jesú. Og það segir, þegar að koma og sjá gröfina tóma, þá segja þær, englarnir, því leiti þeir hins lifandi meðal dauðra. Hann er ekki hér, hann er upprisinn. Fáu ekki amen því. Hann er upprisinn. Vitið, það er ekkert sem gat haldið Jesú aftur. Þeir innsigluðu gröfina, innsiglin hélt honum ekki. Dauðinn hélt honum ekki. Jesús er upprisinn og hann lifir í dag. Amen. Og við sungum hérna áðan, I call you Jesus. Ég kallaði Jesús. I call you healer. Þú ert sá sem að læknar mig. Risen and reigning in power, something comes out of the grave every time I call your name, Jesus. Hann er upprisinn, hann ríkir og þegar við köllum á hann, þá er eitthvað dautt sem að lifna við. Þegar við köllum á hans nafn. Og svo sungum við, chains break, hlekkinni brotna, dry bones awake, uppþotnuðu beinin, það kemur lífið þau. Þegar við köllum á hans nafn. Og við ætlum að kalla á hans nafn í dag. Við ætlum að kalla á hans nafn yfir okkar kringumstæður. Við ætlum að kalla á hans nafn yfir okkar sjúkdóma. Við ætlum að kalla á hans nafn yfir allt það sem heldur okkur niðri. Við þráum að sjá lækningu í dag. Við þráum að sjá hlekki brotna í dag. Að það sem heldur þér niðri, að það brotni í dag og þú verðir laus fyrir nafni Jesú. Af því þegar við köllum á hans nafn, þá getur allt skeð. Fyrir honum er ekkert ómögulegt. Innsiglin á gröfunni hélt honum ekki niðri, dauðinn hélt honum ekki niðri, hlekkinir í þínu lífi er ekki það máttur að haldi honum niðri. Hans er krafturinn, hans er mátturinn og hans er dýrðin. Þannig að við skulum rísa á fætur í dag og við skulum lyfta upp bænarefnum okkar til hans. Það sem við erum að berjast við. Hvað sem það er, hvort sem veikindi, sjúkdómar, ef það er einhverjir hlekkin, einhverjir ótti í lífiðinu, ef það er ótti í lífiðinu, þá brjótum við það í Jesú nafni. Allir þeir hlekki sem að halda okkur niður, við brjótum það í Jesú nafni. Við skulum biðja saman, Guð þekkir hjartað þitt, Guð þekkir lífið þitt, Guð þekkir það sem að þú ert að berjast við. Þannig við skulum bara lyfta því upp saman í bæinn til hans. Tegjum okkur til hans og snertum við hans hjarta. Halleluja, Drottinn Jesús. Við bara tegjum okkur upp til þín í dag, Drottinn Guð. Faðir, við bara komum bænarefni okkar, Drottinn Guð, til þín og leggjum hann fram fyrir hásætið þitt, Jesús, fram fyrir fætur þínar, Jesús. Þú þekkir hjört okkar, Jesús. Þú þekkir það sem við verum að ganga í gegnum, Drottinn. Þú þekkir veikindi okkar, þú þekkir sársauka okkar, þú þekkir þá hlekki sem að halda okkur. Þú þekkir ótta okkar, Drottinn Guð. Þú þekkir allt það sem við verum að ganga í gegnum og það sem við verum að berjast við, Drottinn Guð. Faðir, við bara leggjum hann fram fyrir fætur þínar, Jesús. Fyrir þér er ekkert ómögulegt, Drottinn. Þú sigraðir dauðann. Þú sigraðir dauðann og þú lifir í dag, Jesús. Og við bara treystum og trúum á þig. Að þú grípir inn í hjört okkar. Að þú grípir inn í líf okkar í dag, Jesús. Að þú kom með kraftaverki sem aðeins þú getur gert, Drottinn Jesús. Og við setjum traust okkar á þig, við setjum augu okkar á þig. Faðir, að segir að við í öllum hlutum að gera óskir okkar kunnar þér. Í bæn og beiðni og þakkargjörð, Drottinn Guð. Og við snúum okkur til þín í dag. Í bæn og beiðni og þakkargjörð. Lyftum upp þessum hlutum til þín, Faðir. Og við viljum bara grípa þetta lofur sem þú segir, Drottinn Guð, í framhaldinu. Að þá með friður Guð sem er æðri öllum skilningi varð þetta hjört okkur og hugsanir, Faðir. Ég bið að koma með þinn frið inn í kringumstæður okkar, Jesús. Komdu með þinn frið inn í huga okkar, Jesús. Inn í líf okkar, Jesús. Ég bið að hasta á stormin sem hefur geisað í líf okkar, Drottinn. Komdu með þinn frið. Brjóttu hlekkina sem að halda okkur. Lækna það sjúka, Drottinn Guð. Ég bið að gera það sem aðeins þú getur gert, Drottinn Guð. Kom með kraftaverkin í líf okkar, Faðir. Takk heilagi, Faðir. Takk, Jesús. Halleluja. Og líðunum sagði Amen, sem þýðir verði svo. Við stöndum í trú saman að Guð
geri kraftaverk. Amen. Halleluja, frábært að sjá okkur og verið hjartanlega velkomin í veginn í dag. Það voru páskar síðastliðna helgi. Hvað eru margir sem voru á páskamóti Vegarins og United? Var ekki frábært mót? Það var frábært og yndislegt mót, frábært hvernig við komum saman og gátum fagnað verkinu sem að Jesus vann á krossi fyrir okkur. Að hann fór á krossin fyrir mig og þig af því hann elskar okkur. Hann tók öll okkar afbrot og allar okkar syndir á sig á krossinum og dó í okkar stað. Og við gátum komið saman og fagnað þessu verki, frelsisverkinu sem hann vann á krossinu. Það var yndislegt, við brutum brauði, við lofuðum Guð, við heyrðum orð Guðs og enduðum við mótið á svo fallegan hátt og yndislegan hátt. Við vorum með skírnarliðin aftast og við skírðum 4 einstaklinga sem fóru ofan í vatnið, skildu gamla mannin eftir, gamla lífið og risu upp sem ný sköpun í drottni Jesú. Amen, það var yndislegt stund, þetta var yndislegt mót og þið ykkar sem að mistuð af, það verður aftur páskar á næsta ári. Það verður kick-off móti í september og það er fullt að gera framöndan. Og í dag erum við með frábæra gesti hjá okkur. Miriam ætlar að tala til okkar, hún kemur frá, mér langar að segja Þýskalandi, Sviss, kemur frá Sviss, það er rétt hjá henni. Hún fer fyrir Million Month sem að verður hér á Íslandi í sumar, sem er frábært framtak og þetta er sameiginlegt átak alla Evrópu sem gengur út á það að við ætlum að segja milljón manns frá Jesú út alla Evrópu. Og það er svo yndislegt að hún og hópurinn sem er með henni hafa Ísland á hjarta sínu, okkar land, og þau eru komin hingað til að standa með okkur í baráttunum Ísland, af því að við þráum að sjá Ísland fyrir Krist. Amen. Og það er frábært að fá fólk til að aðstoða okkur, hjálpa okkur við að ná í uppskeruna. Þannig að mér hlakka til að heyra hvað hún hefur að segja til okkar í dag. Við erum opin fyrir Guðsorði. Við erum opin fyrir því sem hann vil tala til okkar. Ég trúi því að hún hafi orð fyrir mig, og ég trúi því að hann hafi orð fyrir þig. Þannig að við erum bara opin, með opin hug, opin hjarta og væntum þess að Guð tali til okkar. Við erum með eftirvæntingu fyrir því sem hann vil tala til okkar í dag. Amen. Halleluja. Eitt enn, samskot. Gunni er ánægður með það. Við þráum, eins og ég segi, að sjá Ísland fyrir Krist. Við þráum að fara út með fagnaðarerindið til allra manna. Og meðan það er einn sem ekki þekkir Jesú, þá höfum við verk að vinna. Amen. Og meðan það er einn sem ekki þekkir Jesú, þá hef ég og þú verk að vinna. En það kostar að halda út svona starfi. Það kostar að fara út með fagnaðarerindið, þó að fagnaðarerindið sé frítt öllum mönnum. Og ef þú vilt taka þátt í því starfi sem við erum með hér, þá er þið velkomið að taka þátt og gefa inn í starfið. Það eru upplýsingar hérna á skjánum, það er posi aftast. Ef þú vilt gefa og taka þátt og blessa það sem við erum að gera, þá er það velkomið. Það er engin nauðugur, það þarf engin að gefa. Það segir að við erum að gefa með glöðu hjarta. Þannig ég ætla að biðja þig bara í dag, spyrja Guð, hvað vill hann að þú gerir í dag? Ekki það sem ég vill að þú gefir, hvað vill Guð að þú gerir í dag? Og gefðu mig glöðu hjarta. Amen. Halleluja, drottinn Guð, ég blessa alla þá peninga sem að koma inn í dag, inn í þitt ríki, Faðir. Ég bið að gefa okkur visku og vísdóm til að fara vel með það fjármuni sem að koma inn, drottinn Guð. Og við getum notað til þess að stækka ríkið þitt, drottinn Guð. Til að fara út með fagnaðarerindi, drottinn Guð. Að þeir fjármunið megi vera til blessun fyrir þjóðin okkar, drottinn Jesús. Fyrir borgin okkar, Jesús. Fyrir þá sem að búa í þessu landi, Jesús. Að við þráum að sjá Ísland fyrir Krist. Við þráum að sjá alla menn komast til trúar á þig, Jesús. Þannig ég biðum að bara að blessa þá fjármunni sem komin í dag. Ég biðum að margfalda þá í höndum okkar, drottinn Guð. Faðir, þú getur tekið það litla sem við gefum og gert það einhverju miklu. Eins og þú tókst brauðin og fiskana og margfaldaðir það og mettaðir þúsundir. Að þú getur tekið það litla sem við gefum í dag, drottinn,
og margfaldaði í höndunum okkur, þannig að það veri blessun fyrir þúsundir. Halleluja, Jesús. Ég bara legg hvern og einn sem hér inni, drottningu, ég bara í þínar hendur, ég bið að blessa þá. Ég bið að varðveita þá, Faðir, og vera með okkur öllum, Faðir. Takk, Jesús, að þú ert hér. Ég legg áframhaldandi stundin í þínar hendur þar sem að þú vilt tala til okkar. Ég bið að smyrja varir hennar Miriam þegar hún talar, drottningu, og gera hjört okkur opin fyrir því sem þú vilt segja. Í Jesú nafni, amen. Halleluja. Við ætlum að lofa Guð í einu lagi áður en að Miriam kemur og tala til okkar. Eins og við segjum, við erum opin fyrir því sem að Guð vill segja við þig í dag. Af því að hann er lifandi í dag. Hann er persónulegu Guð sem þráir samfélag við þig. Og hann þráir að tala til þín í dag. Til þín persónulega. Amen. Lofum Guð saman. Og mitt hjarta tilheyrir þér. Þú hefur frá upphafi mig elskað að fyrra bragði. Þín miskunn varir eilíf og náð þín er ný á hverjum degi. Ég lyfti augun til mínu til þín, það kemur mér hjá. Þú ert lausnari minn, minn sköldur mitt allt hvað þú ert, alla eilífð. Ég á allt mitt líf í þér. Þú algóður ert og mitt hjarta það tilheyrir þér. Þú hefur frá upphafi mig elskað að fyrra bragði. Þín miskunn varir eilíf og náð þín er ný á hverjum degi. Ég lyfti augun til mínu til þín, þaðan kemur mér hjálp. Þú ert lausnari minn, minn sköldur mitt allt hvað þú ert, alla eilífð. Ég á allt mitt líf í þér. Ég lyfti augun til mínu til þín, þaðan kemur mér hjálp. Þú ert lausnari minn, minn sköldur mitt allt hvað þú ert, alla eilífð. Ég á allt mitt líf í þér. Ég á allt mitt líf í þér. Ég á allt mitt líf í Amen. Amen. Ef við ekki að gefa þeim gott klapp. Halleluja.
Awesome. Miriam, welcome. Thank you so much. Good morning. I love to be in this house. Ég elska að vera í þessu húsi. Been here before, also with United. Ég hef verið hér áður og einnig á United. Yesterday night we had a worship night in here. Í gær þá vorum við með lofgjörðarstund hér. Beautiful place. And I want to take the time to honor Halfdan and Astis. Og ég vil taka stund til að heiðra Hálfdan og Ásdísi. It's always very beautiful to see family leading church, doing church. Það alltaf fallegt að sjá þegar fjölskyldu leiða í kirkju. And it's even, sometimes we don't see the sacrifice that comes with it. Stundu þá sjáum við ekki fórnina sem að fylgir því. For the children, sometimes it can be very difficult. Stundum fyrir börnin getur það verið mjög erfitt. But I really want to honor you that you said yes to the Lord En ég vil heiðra ykkur því að við sagt já við drottin to build this house, að byggja þetta hús, to build the body of Christ in Iceland. að byggja upp líkama Krist á Íslandi. And it's beautiful to see your daughters leading worship, Það yndislegt að sjá dóttir ykkar í Your daughters. lofgjörðinni teaching the next generation of kids. og dóttir ykkar að kenna næstu kynslu And that's the favor of the Lord. og það velvild drottins. And I pray and prophesy an increase. Og ég tala og spá yfir ykkur verið aukning. And you will not only baptize on Easter, Það mun ekki bara vera skírn á páskum, because you will need to have to do it more. þegar við þurfum að gera það oftar. Amen, amen, amen. Can maybe. So I want to quickly introduce my team. Can you stand up? Ég ætla að kynna liðið mitt, vil ég gjöra svo við standu upp. So a couple of years ago, Það nokkur árum síðan, the Lord has been laying Iceland on my heart since 2016. Guð hefur verið að setja Ísland á hjarta mitt síðan And 2016 a couple of years ago, he talked to me about bringing teams to Iceland. og fyrir nokkrum árum þá talaði hann til mér að koma með tím eða lið hérna til Íslands eða hóp. Bringing people to Iceland that come and come alongside the local church. Að koma með fólk til Íslands til að hjálpa henni staðbundnu kirkju. This is the second team I'm bringing, Þetta annar hópurinn sem ég kem með and it's a special one og mjög sérstakur because they're also part of a ministry school I'm working with. því að þetta líka hópur úr skólanum sem að ég vinn í, It's a 9 months Bible school 9 mánaða biblíuskóli, where we teach people to fall in love with Jesus þar sem við kennum fólki að verða ástfangið af Jesú and to bring Jesus and to bring the kingdom of God wherever they go. og koma með að draga niður nærveru Jesú og hans ríkið hvert sem þau fara. So we have been doing evangelism downtown, Og við erum búin að vera í trúboði niður í miðbæ, just sharing the love of Jesus with people. bara að segja frá Jesú, Yes. segja fólki frá Jesú. And I want to invite Stina quickly up here. Og ég ætla að bjóða Stínu að koma hér upp. Stina is one of our students, Hún ein af nemyndunum okkar and I asked her to quickly share how God encountered her, how Jesus found her. og hún ætlar að deila stutt frá því hvernig Jesús mætti henni. We do that because we believe that when we hear someone else's story, that it stirs up faith. Og við trúum því að þegar við heyrum sögur annara, að Because það many hrærir of upp í us, trú okkar. many of us have family or friends of people who struggle with the same thing. Mörg okkar eigum vini og fjölskyldu sem að í baráttu með sömu hlutina. And then when we hear someone's story, Og þegar við heyrum sögur einhvers, we can say, I take this for my son. þá getur sagt, ég tek þetta fyrir son minn. I take this for my sister. Ég tek þetta fyrir systur mína. So we're going to hear from Stina how the Lord encountered her. Þannig við ætlum að heyra frá Stínu hvernig við höfum mætt henni. Kannski biðja Kristmann að kveikja á þessu mæk. Thank you so much. Yeah, I think it's working. Já. Yes, I'm Stina from Germany, Ég Stína frá Þýskalandi and Jesus saved me, and I gave my life to Jesus 4.5 years ago. Jesús frelsaði mig og ég gaf honum líf mitt fyrir 4,5 ári síðan. And I want to share, and I'm thankful I can shortly share with you how my journey to find God went. Og ég þakklátt fyrir að fá að deila með ykkur hvernig mín leið að finna Guð fór. Because every one of us has such a unique way to God, how He drew you
to himself, Af því að það hafa allir sína sögu af því hvernig Guð dróst okkur til sín or maybe is still drawing you to himself, or people you know. og hann kannski enn að draga okkur til sín eða fólk sem að þið þekkið. And in my case, I want to say my whole life, but because it feels like that, Í mínu tilfelli þá mér langar að segja allt mitt líf því að ég upplifa þannig but it started in my teenage years that I had these questions about life. en það byrjaði á unglingsárunum mínum þá hefði þessar spurningar lífið. Questions about our existence, where do we come from, why am I here, Hvaðan kem ég, af hverju ég hér and where do I go when I die? og hvert fer ég þegar ég degi. I just had this deep feeling inside of me that there must be more, Og ég hafði þessa djúpu tilfinningu að það hlyti að vera eitthvað meira. that we don't just die and that's it. Að það ekki bara að við deyjum og þá það búið. And so I had this something inside of me that just needed to find the truth. Og það var eitthvað innra með mér sem að varð að komast að sannleikanum. And I needed to know the big truth about life, so also then I would know what am I to do with my life. Ég þurfti að vita þennan stóra sannleika til þess að vita hvað ég ætti að gera með mitt líf. And now looking back, it's so beautiful to see that it was God who placed this longing inside of me. Og það er svo yndislegt að sjá þegar ég lít tilbaka að það var Guð sem setti þessa frá í hjarta mitt. Yeah, in the Bible, in Ecclesiastes 3:11, Það segir í Predikaranum 3:11 it says that God has put eternity inside of our heart. það segir að Guð hafi sett eilíðina í hjarta okkar. And when after I got saved, I read this, I was like, yes, this is what I felt this whole time. Og þegar ég las það sagði ég að þetta það sem að ég hef fundið allan And að it tíma. finally made sense, Og það loksins svona meikaði sens. what I'd been feeling so many years in my life. Það sem ég hef fundið í svo mörg ár. But yeah, so I needed to find the truth, and I felt alone in this. No one else had these questions about life. Og ég þurfti að finna þennan sannleika en ég var svona ein í þessu það eins og engin annar hefði þessar spurningar. So where do you go when you have questions? You search on the internet, you read books. Og þegar við höfum svona einhverja spurningar þá leitum við og við leitum á internetinu og við leitum í bækur. And so I found different teachings, spiritual teachings and practices online in books. Og ég fann mismunandi kennslur á netinu og í bókum. That made sense to me. Just different spiritual teachings. Andlegar kennslur sem að meikuðu sens. Við veitum hvað það þýðir. At least they gave me something. There were people who also believed, yes, there is more. There is a spiritual world. We have a soul. Og ég fekk að læra að já, það er eitthvað meira, það er eitthvað andlegt líf. And so I got into different practices like yoga, meditation, tarot cards. Og ég fór inn í jóga og hugleiðslu og tarotspil. I went to people who I believe they can tell me what my purpose in my life is. They connected with spirits to tell me things. Ég fór til fólk sem var svona andlega þenkjandi og tengt sem að gat sagt mér hvað ég ætti að gera í lífinu. And I thought, yeah, I had found some kind of answers for my life. Og ég þurfti að finna einhver svör fyrir mitt líf. But then there was a point in my life where I came across a testimony. En það var svona tímapunktur í mínu lífi sem ég heyrði vitnisburð. From a girl who believed the same things as I am and who was also in the New Age. I don't know if some of you know this term. Stúlka sem var líka í þessari nýöld. It's an umbrella term. It describes many of those practices, spiritual practices outside of Christ. Við vitum hvað nýöld það er svona reglíf yfir alls konar andlega hluti sem eru ekki guðlegir. And she had an encounter with Jesus. Og hún mætti Jesú. And I listened to her testimony. Ég hlustaði á vitnisburðinnar. And God used this to speak to me. Og Guð notaði þetta til að tala til mín. It was just one sentence she said, and I wish I could remember what it was, but I can't. Það var ein setning sem hún sagði sem ég vildi óska sem mundi en ég man ekki. In this moment, it was as I didn't hear an audible voice. En á þessari stundu þá heyrði ég ekki svona talaða rödd. But God told me 3 things. En Guð talaði til mín 3 hluti. I just knew from somewhere, from him. Og ég bara vissi einhvers staðar frá honum. I am real, I exist, he said. Hann sagði ég raunverulegur. Because I didn't believe at all in a personal God. Af því ég trúði ekki á persónulegan Guð. That could be real. Að það gæti verið raunverulegt.
But he said, I exist and I've created you En hann sagði, ég er til, ég er raunverulegur og ég skapaði þig and I have a plan for your life. og ég hef áætlun með þitt líf. And it was like, this took 10 seconds of a process in my mind. Og þetta tók bara Ja. 10 sekúndur að fara í gegnum huga minn And in this moment, all the weight I'd been carrying for years just dropped from my shoulders. og allur þungin sem hefði legið á mér var bara eins og tekin af mér. Because I knew if there's a God who created me, he has the plan for my life Og ég vissi að það er til Guð sem að skapaði mig og hann hefur áætlun með mitt líf. that I'd been searching for so long. Áætlun sem ég hef leitað af svo lengi. And I started reading the Bible, learning who Jesus was. Og ég byrjaði að lesa Biblíuna og læra hver Jesús er And he humbled me, brought me to my knees. og hann auðmýtti mig og kom mig niður á hnén. I gave him my life. Ég gaf honum líf mitt And I knew this is what I'd been searching for the whole time, and I will live for God. og ég vissi að þetta var það sem ég hef leitað allan tíman og ég mun lifa fyrir Thank you, Guð. Jesus. Yeah. Yes. Amen. When you talk with Stina, you feel the purity of Jesus. Og ég bara sé í Stínu virkilega It's very hreinleika beautiful. Jesú Let's just take a moment. sem taka smá stund. Jesus, we acknowledge your presence. Jesús, við þökkum fyrir þína nærveru. Holy Spirit, we thank you. Heilagur Andi, við þökkum þér. We thank you that you are here. Þökkum þér fyrir að þú ert hér. Thank you that you open our hearts to you. Takka fyrir að bara við opnum hjört okkar fyrir þér. Thank you that you quiet our minds. Takka fyrir That you quiet, that you give peace to our mind. Takka fyrir að þú kemur með ró og frið í hug okkar. So that we can clearly hear you speak this Þannig að morning. við fáum að heyra þig tala í dag. Amen. Amen. My name is Miriam. Ég heiti Miriam I am a lover of Jesus since 12 years. og ég hef elskað Jesús í 12 ár. Jesus encountered me 12 years ago in a mental hospital, Jesús hann mætti mér fyrir 12 árum síðan á geðsjúkrahúsi. psychiatry. And I was so aggressive to myself, they had to tie me to my bed. Ég var svo aggressiv. Árásargjörn, já, á sjálfa mig að þau þurftu að bunda mig niður í rúmið. Because they couldn't leave me alone. Af því ég gæti ekki bara látið sjálfa mig í friði. Every time they would leave me alone, they would try to harm myself. Hvert skipti sem að ég var látin vera ein, þá I was- reyndi ég að meiða sjálfa mig. I was very tormented Ég var mjög kvalinn and felt very hopeless. og upplýði bara vonleysi. And Jesus encountered me while I was laying in that bed, Og Jesús hann mætti mér þegar ég lá í þessu rúmi and he told me that he would heal me. og hann sagði ég mun lækna þig. And he still is doing that Og hann enn þann dag í dag að gera það. because the Bible tells us we are going from glory to glory, Af því að Biblian segir okkur að við förum frá dýrð. which means that we will always be more and more of him in us. Það þýðir að það er alltaf meira og meira af honum í Because okkar when lífi. we walk with Jesus, he shapes us into his likeness. Þegar við göngum með honum þá mótar hann okkur að við vunum líkar í honum. So this morning I want to take you on a walk. Þannig að í núna þennan morguninn þá vil ég taka þig í smá göngu. And we just celebrated Easter last week. Og við fögnuðum páskum síðustu helgi. We celebrated the resurrection, the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Amen. Við fögnuðum að hann fór á krossin og dó og reis aftur. And then in the Gospel of Luke, Og í Lúkasarguðspjalli we find in chapter 23, þá finnum við í kapla 23 that's a chapter that, in chapter 24, that's a story that we don't find in any other Gospels. og það er saga sem við finnum ekki í neinu öðrum guðspjalli. So we have 4 Gospels in the Bible. Það eru 4 guðspjalli í Biblíunni. 3 of them are very similar. 3 þeirra eru mjög svona svipuð. Matthew, Luke, Matthews, and Lukas Mark. og Markus. And then John is a bit slightly different. Og Jóhannes er svona aðeins öðruvísi. But only Luke has a history of a long walk in it, Og það er aðeins í Lúkasarguðspjalli sem talað þessa löngu göngu. where 2 people are going on a walk with Jesus. Það sem að 2 menn er að fara í göngu og ganga And með we Jesú. find it in Luke 24. Við sjáum það í Lúkasarguðspjalli We 24. start at kafla. 13. Byrjum í versi 13. And I'm going to read it because I believe this scripture
Ég It's ætla, what we need to hear. ég ætla að lesa það þegar ég trúi því að þetta er orð sem við þurfum að heyra. Scripture has been given to us to read together, Orðið er gefið til okkar til þess að to lesa listen saman, to it together, til að hlusta á það saman and to discover it together. og uppgötva saman. Verse 13. Vers 13. Now the same day, two of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. Notice, this is after Jesus was dying on the cross. Þetta var eftir að Jesús hafði dáið á krossi. This was after Jesus was taken down from the cross, Þetta var eftir að Jesús var tekið niður á krossinum after he was being put in the tomb, og eftir að hann var settur í gröfina and after he rose again. og eftir að hann reis upp aftur. By this point where we enter the story, Á þessum stað þegar við komum inn í þessa sögu, Jesus already had encountered 2 disciples at the tomb, þá hafði Jesús þá or þegar, the angel had encountered them, þá engillinn mætt tveimur and sem í told the 2 gröfinni. disciples that Jesus has risen. Hann hefði sagt þessum tveimur að Jesús væri upprisin And Jesus already had encountered Mary Magdalene at the tomb. og Jesús hann hafði þá þegar mætt Maríu Magdalenu við gröfina. So we see these 2 people walking away from Jerusalem back to their hometown Emmaus. Og þessir tveir að ganga burtu frá Jerúsalem í áttina að Emmaus. And they are talking with each other about everything that had happened. Og The þeir eru að tala saman allt það sem hafði gerst. the death, the burial, and resurrection of Jesus Christ. Dauðans, gröftans og upprisu. And now verse 15. Og þá fyrir við í vers 15. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them. Do you imagine that? Jesus comes and he joins them in their walk. Hugsið ykkur að Jesús kemur og hann gengur með þeim. And then it says, but they were kept from recognizing him. They did not know who he was. He asked them, what are you discussing together as you walk along? They stood still, their faces sad and downcast. One of them, named Cleopas, asked him, are you the only one visiting Jerusalem who does not know the things that had happened there in these days? What things? Jesus asked. About Jesus of Nazareth, they replied. He was a prophet, powerful in word, and deep before God and all the people. The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. But we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. And what is more, it is the 3rd day since all of this took place. And in addition, some of our people went to the tomb early in the morning, but they didn't find his body. They came and told us that they had seen a vision of an angel who said he was alive. Then some of our companions went to the tomb and found it just as the woman had said, but they did not see Jesus. He said to them, how foolish you are and how slow to believe all that the prophets have spoken. Did not the Messiah have to suffer all these things and then enter into glory? And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in the scriptures concerning himself. As they approached the village they were going, Jesus continued as if he was going farther. But they urged him strongly, stay with us, for it is nearly evening, the day is almost over. So Jesus went in and stayed with them. When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, and broke it, and began to give it to them. Then their eyes were opened, and they recognized him, and he disappeared from their sight. Then they looked at each other, saying, were not our hearts burning within us while he talked to us on the road and opened scripture to us? Now I want to take you a bit more deeper into this walk, and we go a bit verse by verse. Mér langar að fara aðeins dýpra inn í þessa frásögn. So in these stories, Í þessari sögu, we see 2 disciples walking together to Emmaus. þá sjáum við 2 einstaklingar sem að labba saman til Emmaus. The story also tells us, and we know that because one disciple is named Cleophas, Og við vitum að í sögunni þá einn sem heitir Kleófas. that those 2 disciples were probably not part of Jesus' inner circle of the 12. Að sennilega voru þessi 2 ekki hluti af þessum 12
lærisveinum Jesú, þessi innsti hringur. So the people were walking away from Jerusalem. Þannig að þeir eru að ganga burtu frá Jerúsalem. They have not been with Jesus at the Last Supper Þeir hefðu ekki verið með Jesú í síðustu kvöldmáltíðinni. because their names are different from the ones that have been with him. Af því að nöfn þeirra segja okkur að þeir hafa ekki verið með þeim. And the Bible text shows us very clearly that they are downcast, they are sad. Og textin segir að þeir hafa verið miður sín Because they did not understand what just had happened. af því að þeir skildu ekki það sem hafði skeð. And we see that Jesus We is shall- also on the way to Emmaus. Við sjáum allt í að Jesús líka á leiðinni til Emmaus. So he's maybe walking along. I want you to imagine that. Then he sees those two people Hugsið ykkur að Jesús að labba og sér þessa tvo and he sees them talking with each other. og hann sér hvernig þeir eru að eiga í samskipti And við he hvort just annað. joins them. Og hann bara gengur með þeim. And he asks, so what are you talking about? Hvað er það að tala um? And he probably just wants to have a good time with them. Og hann vil bara eyða tíma með þeim. And they're like, why are you asking us this? Og þeir segja, hvað, akkur er þetta að spurða okkur á Did þessu? you not hear? Hefur ekki heyrt? I mean, Jerusalem, everyone was going to Jerusalem during the time to celebrate the Passover. Allir komu til Jerúsalem til að fagna páskunum. So if Jesus was on the way and he was in Jerusalem, how come he did not know they were Og ef thinking? að Jesús var að koma frá Jerúsalem, hvernig vissi hann ekki hvað hafði verið í gangi? So they were asking, like, what are you asking us? Og þeir spurði, af hverju er þetta að spurja okkur? And then Jesus says, tell me, what happened? Og Jesús segir mér, hvað skeiði? It was interesting because, Það er athyglisvert notice, those people, they have seen Jesus before. að það er athyglisvert að þessir einstaklingar þeir hefur séð Jesús áður. They have seen, because they were talking about him, so they said he was handed over to the chief priests. Þeir sögðu hann var afhentur æðstaprestinum. So they have seen Jesus face to face. Þeir hefðu séð Jesús. And now Jesus is standing next to them. It's like, what are you talking Og nú about? stendur Jesús og segir við á hvað er það að tala um. And the Bible tells us, but they were kept from seeing him clearly. En Biblían segir að augur var lokuð fyrir að sjá hann. Now, how often when you drive to work, Hversu oft þegar við keyrum til vinnu, you turn into your street þá beigjum við inn göttuna okkar and you notice something on the side, like a sign or something that is there, like, I don't know, sometimes we see like there is a fence that is painted blue, allt í einu að sjá eitthvað skilti sem að hefur ekki verið eða gerðing sem allt í einu málu blá. and then you notice it and then it's, oh, I've never seen this before. Allt í einu tökum við eftir þessu og sem ég hef ekki séð þetta áður. And then maybe you ask your friend, hey, is this new? Og við spurjum vinn okkar, er þetta nýtt? And then they say, yeah, it's been there for a while. Já, nei, þetta er búið að vera hann í langan tíma. And we're so similar. Við erum svo lík We get familiar with Jesus og við erum svo líka þegar kemur að Jesú. because we know him for a certain time. Af því við hefum þekkt hann fyrir í We einhvern walk ákveðin with tíma. him in a certain time. Við höfum gengið með hann í ákveðin tíma And oftentimes we do the exact same things as the disciples did. og oft þá lendum við í að gera það sama og þessi lærisveinar í They þessu walked with each other about what happened to Jesus. að þeir töluðu saman það sem hefði skeð fyrir Jesú. But when Jesus joined, they did not see him. En þegar Jesús kom, þá sáu þeir hann ekki. How often Hversu oft? are we dealing with something that is hard for us, Hversu oft erum við að eiga við eitthvað sem erfitt fyrir okkur? that disappoints us, Sem að veldur okkur vonbrigðum. that we feel like, why did this happen? Og við spyrjum af hverju er þetta að gerast? And then what are we doing? Og hvað erum við að gera? I go find someone Ég þarf að finna einhvern. because I need to validate my feelings. Af því ég þarf að tala tilfinningar mína. I need someone to tell me all is good, you know, it's going to be okay. Ég þarf að heyra einhvern segja, já, þetta verður allt í lagi. While the whole time we're missing that actually we can turn to Jesus. En allan tíma þá missum við að því að við getum snúið okkur til Jesú. That we have Jesus next to us, Að Jesús stendur við we hlið can okkur talk to. og við getum talað til hans. But let's go a little bit further. I want this to bring into your life this story. Og mér langar svo að við getum tilengað þessa sögu inn í okkar líf. Because all of us, we are like these disciples. Af því að öll okkar getum verið eins og þessir We lærisveinar. have questions. Við höfum spurningar, We want to know Jesus. við viljum þekka Jesú And we love Jesus, I believe. og við elskum Jesús, trúi ég, But we often have the tendency to overlook Jesus. en stundum þá horfum við fram hjá Jesú. I love the statement that proximity
is not intimacy. Mér Just finnst- because I'm close to something þótt að ég sé nálagt einhverju, doesn't mean I know it. þýðir ekki að ég þekki það. I'm standing close to Halfdan. Hún stendur nálagt mér, I know who he is. hún veit hver ég er, I know he's Aussie's husband. hún veit að ég I know he's a good maðurinn guitar hennar player. Ásdísar og ég er frábær gítarleikari. But I don't have Sagði hún það ekki? but I don't have intimacy with him in a sense that I know him, Við höfum ekki þannig samfélag, hún þekki mig. that I deeply know him. Hún þekki mig á djúpan hátt. Because if I want to know him, I would need to spend time with him. Því að ef hún ætlar að þekka mig, þá þurfum við að eyða tíma saman. I need him to see how he works when he is at work, when he is at home. Hún þarf þá að sjá hvernig ég vinn í vinnunni, hvernig ég er þegar ég er To heima hjá mér. observe him when he has to bring the garbage out. When you have to bring the garbage out. No, that's Ásdís job. Hún þarf að sjá hvernig ég er heima þegar, hvað ég gerir. But do you þegar ég fer með understand my ruslið út. point? Skiljið þið hvað ég er að meina? Do you understand my point? Skiljið hvað Just because I'm close to something doesn't mean I know að þótt ég someone. sé nálagt einhverju þýðir ekki það að ég þekki það. In verse 24, Í versi 24, when we go further in the story, þegar við förum lengra inn í söguna, or in 21, apologies, 21 fyrirgefi, is when they were talking to Jesus about what happened. þá hún að tala við Jesú það sem hafði skeð. They said to him that he was sentenced to death and that he was crucified. Það segir að hann hafði In 20. verið dæmdur til dauða í versi 20. And then they said, but we had hoped Svo segir í 21. versi, en við that he was the one going to redeem Israel. Við vonuðum að hann væri sá að leysa mundi Ísrael. Giving you a little bit of historical context, a little bit of history. Ég ætla að gefa ykkur smá svona sögu, svona, já, When sögulegt samhengi í dag. When Jesus was born, When Jesus was, there was the Roman Empire. Þegar hann fættist inn í þennan heim, þá var Rómvest ríki. And the Jews were very oppressed. Og gyðingarnir voru þjakaðir. The Roman Empire forced their rules on them. Rómverjarnir þeir þvinguðu sínum reglum yfir þá. They had to pay heavy taxes. Gyðingar þurftu að borga mikla skatta. And they were often treated badly. Og þeir voru oft meðhöndlaðir illa á slæman hátt. So within the Jews there were different groups of people. Og innan gyðingarna þá voru mismunandi hópar. Some were a bit like they had a hot temper. Sumir höfðu svona mikið skap. Oftentimes they attacked the Romans, the soldiers, Og oft á tíðum þá réðust þeir á hermenn Rómverja. because they said, we're going to defeat the Romans. Já, við ætlum að berjast í Rómverjana. And we want to do it by sword and by violence. Og við viljum gera það með sverði og ofbeldi. So within the Jewish community, Og innan samfélagsgyðinga they were waiting for a king to come þá biður eftir að kæmi konungur. who would be like a warrior. Konungur sem væri svona stríðsmaður. Remember, Jesus came on a donkey Þið munið into þegar Jerusalem. Jesús kom inn í Jerúsalem á asna. What they hoped for Það sem að þeir vonuðust eftir was a general on a huge black var horse að hann kæmi á stórum svörtum hesti. with a huge sword, Með stórt sverð. with a huge army Með stóran her who would overthrow the Romans sem myndi koma með sigur á Rómverjum. so that the Jews could have their temple back, Jerusalem back, Þannig að gyðingarnir gætu fengið musteri sitt aftur og þeir gætu fengið Jerúsalem aftur. and that they would have back what they had when David was king. Og þeir myndu fá aftur það sem þeir höfðu þegar Davíð var konungur. And these two walking on that road, Og þessir tveir sem eru að ganga á þessum vegi, they exactly hoped for this. það var þetta sem að þeir vonuðust eftir. They were disappointed because Jesus didn't turn out the way they wanted them to be. Og þeir eru fyrir vonbröðum af því að Jesús var ekki sá sem að þeir vonuðust eftir hann væri. Because he said, but we had hoped that he was the one who was going to redeem Israel. Það segir að því að við vonuðum að hann væri sá leysa myndi Ísrael. But we know what just happened. Jesus died. En við vitum hvað hafði skeið. Jesús hafði dáið. And at this point, they did not yet understand what it meant that he resurrected. Og á þessum tíma þá skildu þeir ekki að hann væri upprisin. Why? Af hverju? Because they're used to the old ways. Af því að þeir voru vanir þessum gömlu leiðum. Jesus was introducing something new.
Jésús, hann var að koma með eitthvað nýtt. something they had not seen before, Eitthvað sem þeir hefðu ekki séð á. something no eye has seen, no ear has heard. Eitthvað sem ekkert auga hefur séð með eira hefur heyrt. Sometimes we are so stuck in what we know Stundum eru svo föst í því sem við vitum that we close ourselves immediately off if something is new and unknown. að við lokum sjálf okkur fyrir því sem er óþekkt. And we don't do this with a bad heart, but because we want to feel safe. We want to be around what feels good Við gerum það ekki af því að við höfum sleppt hjarta heldur, and what we finnum ekki know. öryggið, þekkjum þetta ekki. But when we do that, En þegar við gerum það, we don't let Jesus be who he truly is. þá leifum við ekki Jésu að vera sá sem hann í raun og veru er. We will only see part of what he's done for Þá us. sjáum við bara hluta af því sem hann hefur gert fyrir okkur. Oftentimes, we as Christians, Oft á tíðum þá við sem erum henni kristnu, we stay in the fact that we know that Jesus resurrected for us. við We stay with the knowing that Jesus was resurrected. erum á þeim stað, við vitum að Jésús var upprisin. But we never get to the point where we understand what it means that I am resurrected with Christ En við again. komumst aldrei að þennan stað að skilja að ég er reistur upp með Kristi And what that power does in our og hvað lives. sá kraftur gerir í líf okkar. So we're going further in the text. Jesus is very patient. Can you imagine? Og hugsið ykkur þolinmæðina sem að Jesús Sometimes I wonder what would he have thought? Og ég hugsa, hvað ætli Jesús hafi hugsað? He's standing before them and they're telling him, we hope that he would redeem us. Og hann stendur fyrir fram að það og þeir segja, við vonaðum að hann myndi And frelsa here okkur. is him, here I am. Og hann segir, hér er ég. Don't you see it? Sérðu þið ekki? But they were kept En þeir sá ekki. to see him. Þeir sá ekki Jesú. Because walking with Jesus Af því að þeir eru ganga með Jesú, is always an invitation for a search, það er alltaf, for searching. það er alltaf boð til að leita. Verse 27 tells us that Jesus started to teach them about himself. Og það segir að Jesús hann byrjaði að kenna þeim sjálfa sig. And he started with Moses and the prophets. Hann byrjaði að kenna Móse og spámennina. Now we know, we can know about Jesus, Við vitum Jesú, but this is where we truly find who Jesus is. Biblían, það er það sem við finnum hann. So imagine Jesus is reading to them. Og hugsið ykkur Jesús, Oh, let's see what happened there. Jesús hann er að tala, já, sjáum hvað skeður þarna. Let's look what happened when Moses saw the burning bush. Sjáum hvað skeður þegar Móse stóð við brennandi runna. That was actually me, Það var í raun og veru ég. you know. When Abraham met Melchizedek in the desert. Þegar Melchizedek. Abraham hitti, Melchizedek. That was actually me. það var í raun og veru ég. So Jesus is telling them, starting from the beginning of the Bible, Og Jesús er að from the segja frá Word, upphaf they Biblíuna. didn't have the Bible back then. Þeir hefðu ekki Biblíu þá, They had scrolls, þeir hefðu reikningar. but Jewish boys were taught from a very early age the stories Og of the Bible. gyðingadrengjum var kent frá unga aldri They had to sögurnar úr memorize. reikningunum. Þeir þurftu að leggja þar á minni. They had to recite, They had to, to just read from memory. já, þeir þurftu að læra þetta utanbókar og geta sagt þetta á utanbókar. But what I was going at, Jesus was telling them who he was by using his very own word. Og Jesús var að segja hver hann var með að nota sitt orð. We're living in a time Við lifum á tímum where Christians do not know the word of God. þar sem að henni kristnu margir hverju þekki ekki orð Guðs. Many houses have a Bible in their home, Svo mörg heimili hafa biblíur inn á heimilinu. but few Bibles are opened. En það eru fáar biblíur sem eru opnaðar. Few Bibles are read. Fáar biblíur eru lesnar. How are we supposed to know Jesus without reading what is written about him? Hvernig hefur að þekkja Jesú ef við lesum ekki það sem skrifað hann? And there is something, can you put up the picture again? Ef við myndum setja upp myndina aftur, Because later we'll see what happens when Jesus talks scripture to the people. þegar við eftir að sjá hvað gerist þegar Jesús kennir reikningarnar. He told them, he said to them, how foolish you are and how slow to believe that all what the prophets have spoken.
Did not the Messiah have to suffer these things and then enter his glory? And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures. So he was just sharing with them about himself. Hann byrjaði að deila með þeim sjálfan sig. There comes a very interesting part in this story. Það kemur að mjög athyglisverðum It was stað í already þessari towards the sögu. evening, Það nálgast kvöld and they were coming to a village. og þeir voru að koma að þessu þorpi So the two disciples, they probably were a bit overwhelmed by what they heard. og þessi lærisveinar þeir hafa verið svona frá sér numdir So they wanted to go to sleep, they wanted rest. og þeir vildu fara að sofa And Jesus og pretended that hvíla he sig. would just walk ahead. Og Jesús hann lætur að líta út fyrir að hann ætla að Because halda that's áfram. what the text said. Því að textin segir það, Jesus was about to continue to move on. það segir að Jesús hann ætla að halda áfram. But then they stopped and said, please come with us, stay with us. Og þeir segja, stoppaðu, sestu niður með okkur. And I Sestu með think okkur. there's something beautiful when we stop and we say to Jesus, stay with us. Og það eitthvað fallegt sem gerist þegar við stoppum og segir, Jesús vertu með okkur. And what does Jesus do with them? Og hvað gerir Jesús við þá? He sits down and he breaks bread with them. Hann sest niður með þeim og hann brýtur brauðið með þeim. When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Verse 30. Í Verse 30. 30. versi, þá segir svo bar við, hann sat til borðs með þeim, hann tók brauðið, þakkaði Guði, brauða og fekk þeim. When they saw him doing that, verse 31, then their eyes were opened and they recognized him and he disappeared from their sight. Í 31. versi, þá opnuðust augu þeirra og þeir þekktu hann, en hann hvarf þeim sjónum. Now I want you to remember those disciples have not been with Jesus the night before he was crucified when he broke bread. Og munið að þessi lærisveinar voru ekki með Jesú í síðustu kvöldmáltíðinni þegar hann braut brauðið. They have not seen him do this before. Þeir höfðu ekki séð hann gera þetta áður. But when they had fellowship with him, En þeir höfðu þetta samfélag við hann. when they sat down with him, Þeir höfðu settust niður með honum. when they ate with Þeir Jesus, höfðu borðuðu með Jesú. when they drank with Þeir höfðu Jesus, drukku með Jesú. their eyes were opened Þá opnuðust augu þeirra and they could recognize og Jesus. þeir þekktu Jesú. They could recognize who he is, Þeir þekktu hver hann var. that he is the Redeemer, Að hann endurlausn that he okkar. is the Savior, Að hann frelsarinn okkar. that he is eternal Að life, hann hið eilífa líf. that he is the fulfillment of everything they have heard in the prophets. Að hann uppfylling allra spádómanna. Then their eyes were open. Þá opnuðust augu þeirra. And that's exactly what happens with us when we spend time with Jesus. Það þetta sem gerist þegar við eigðum tíma með Jesú. We get to know who he is. Við lærum að þekkja hver hann We drink with him, we eat Þegar við with him. drekkum með honum og borðum með honum. Maybe this concept is new to you. Like, what does this mean? Kannski þetta eitthvað nýtt fyrir þér. Hvað þýðir þetta? Jesus means relationship. Jesús þýðir samfélag. If you're married, Ef þú ert giftur eða gift, you know how much it takes to make your marriage work. þá vitið hvað það tekur mikið til That að you láta hjónabandið constantly need to be in communion with your spouse. stöðulega þurfa að vera í samskipti við maka okkar. Because if you don't, it will not be good. Af því ef við höfum ekki samskipti þá verður það ekki gott. And the people around you will suffer if you have kids. Og fólki í kringum ykkur, börnin ykkar munu þjást. And it's the same with Jesus. Það er sama með Jesú. We need this constant communion with him. Við þurfum stöðulega að vera í samfélagi við hann. We need him to give us the bread of life. He says, I am the bread of life. Þurfum að hann sé brauð okkar. Hann I brauð. am the living water. Þess að ég hið lifandi vatn. And he offers that to us. Og hann býður það til okkur. But I want to notice something now when we're going to the last verse. And I love this picture that is on here. Ég ætla að sýna ykkur í næsta versi. After they recognized who Jesus was, Þegar þeir eru búin að þekkja hver Jesús they var, said to each other, þá segja við hvern annan. were not our hearts burning while he was talking to us? Brann ekki hjartað í okkur meðan hann talaði við okkur. On the road as he opened scripture to us. Á veginum,
þegar hann lauk upp fyrir okkur reikningum. When we read scriptures, our hearts become fire. Þegar við lesum reikninguna orð Guðs, þá kemur eldur í hjarta okkar, brennur hjarta okkar. And after our heart is on fire for him, he will show us more about who he is. Og þegar hjarta okkar brennur fyrir honum, þá sýnir hann okkur meira hver hann er. We seek and we find. Við leitum og við finnum. And we treasure what we find. We store it up in our hearts. Og það sem við finnum er fjársjóður í hjarta okkar. But there is a part that we have to take, that we as the body of Christ have to take. Og það er hlutverk sem við þurfum að taka sem líka með Krist. And to receive that fire that burns in our hearts. Til að taka móti þessum eldi sem brennur í hjarta okkar. For the word of God. Og við erum að lesa orð Guðs. For the truth of God. For the truth of God. Fyrir sannleika Guðs. The Bible tells us, it asks us in Isaiah, it's the question. Biblían segir okkur, Cannot a nation be birthed in one day? getur ekki þjóð verið fædd á einum degi. I, the Lord, who causes birth, Ég drottinn sem kallar út fæðinguna. will not close the womb. Ég mun ekki loka, I will bring forth. móðurlífinu, ég mun fæða fram. And I believe this is a word for Iceland. Og ég trúi að þetta sé orð fyrir If the Ísland. bride of Christ starts to burn for the things that God is burning for, Að ef að brúður Krists á Íslandi byrja að brenna fyrir því sem að hans er, he will burn a nation after God's heart. þá mun að fæða fram þjóð eftir sínu hjarta. And his fire will fall because God comes where he's welcomed. Og hans eldur mun brenna því að hans brennur þar sem hann Jesus er velkominn. stays where he's invited to come and feast and drink and eat with you. Jésús hann dvelur þar sem hann er búið velkomið til að borða með okkur, drekka með okkur og eiga samfélag við okkur. Do you know where it else in the Bible it says, and their eyes were opened? Vitið þið hvað annars staðar í Biblíunni segir og augu þeirra voru opnuð Genesis 3:12. í In Genesis, fyrstu Mósebók 3. kapla og 12. versi. after Adam and Eve sinned, Eftir að Adam og Eva their eyes were opened þá opnuðust augu þeirra and they saw their sin. og þau sáu synd sína. They were ashamed and They were- naked. Þeir skömmuðu sín fyrir nekt sína. Here their eyes were opened. Þarna voru augu þeirra opnuð. But what do they see? En hvað sjá þeir? They see redemption. Þeir sjá endurreisn. They see future. Þeir sjá framtíð. They see hope. Þeir sjá von. Because Jesus is the one who breaks the curse. Af því að það er Jesús sem að brýtur bölið. Jesus is the one who sets the captives free. Það er Jesús sem setur fangan frjálsan. We're so familiar with singing these songs about Jesus. Við erum svo vön því að syngja sönguna Jesús. Without having our hearts burning for it. Án þess að hjört okkar brenni fyrir því. We are used to sing these songs because they sound nice. Við erum vön því að syngja sönga því að þeir hljóma fallega. But the Bible tells us, you honor me with your words, but your heart is cold. Og Biblían segir að við tölum orð en hjört okkar eru köld. And our hearts can only burn En hjart okkar getur aðeins if we brunnið make this our own. ef við gerum orð hans að okkar. When I went to Bible school, I had a teacher, he always said, eat this book. Og þegar ég fór í biblíuskóla þá var einn kennari sem sagði alltaf borðið þessa bók. And I was a very new Christian. I was like, what? Ég var mér bara, hvað er það að segja? And I was overwhelmed. Og það var yfirþyrmandi. I cried for the first 3 months in Bible school because I didn't understand anything. Ég grét fyrstu 3 mánuðina í biblíuskóla því ég skildi ekki neitt. Someone would talk to me about the kingdom of God. I was like, sorry, Einhver talaði við mig Guðs ríki. Ég What sagði, does that "Ha? mean?" Hvað þýðir það? the kingdom of God is living inside of us because it's the spirit of Jesus. It is Jesus living inside of us. Hans ríki býr innra með okkur. Þegar það er Jesús innra The með okkur. face of Jesus, the deeds of Jesus, what he did is the kingdom of God. Að við gerum það sem að Jesús kenndi okkur að gera. Það er hans ríki. Marian, can you come? So this morning I want to encourage you. Og núna í dag þá vil ég hvetja þig. I'm not here to rebuke you. I'm not here to rebuke you. Ég er ekki komið hér til að koma gegn þér, að tala gegn þér. But we celebrate that Jesus died on the cross for us. Við viljum fagna því að Jesús dó á krossinu fyrir okkur. And we cannot stop there. Og við getum ekki stoppað. We have to stay in the understanding that there is a relationship, Við þurfum að skilja það að það er samfélag. that there is an inheritance, Og það er arfleif. that there is a resurrection life available to Það us. er upprisu líf sem er fyrir
fyrir okkur. To live when we walk the streets, that people will smell the fragrance of God. Að við getum gengið götunar og fólk finnur lyktina af velvild Guðs. Yesterday I was downtown Í gær þá var ég niður í and bæ approached a group of 4 guys, older guys around in their 60s. og það voru 4 menn sennilega í kringum I usually don't do that Við viljum þá gera because I thought that they were a bit drunk, og ég sá að þeir voru svolítið í því. but I felt the Lord go there. Mér fannst Guð segja að mér farðu þangað til þeirra. They were from Ireland. Þeir voru frá Írlandi We had a bit of a chit chat, og við töluðum aðeins saman and then I was like, Jesus loves you guys. og svo sagði ég, vitið þið strákar, Jesús elskar ykkur. And as soon as I said it, Og leið og ég sagði þetta, one of the guys, það var einn af he strákunum, turned to me. hann sneri sér að mér. You do not talk to me about God. Þú talar ekki við mig Guð. And his anger, he was so close to me. Það var svo nálægt His og finger was like this, puttan svona í and andlitið á mér he was angry. og hann var svo reiður And I was just looking at him, og ég bara horfði á hann and I said, I'm so sorry you're so angry. I'm sorry you're so hurt. og ég sagði, mér þykir það svo leitt að þú svona reiður, mér þykir svo leitt að þú svona And he sár got even more angry og hann var meira because he could not understand why I was still smiling at him. af því hann skildi ekki af hverju ég var ennþá brosandi. But in my heart, I could feel the pain. En í hjarta mér þá fann ég sársaukann And then the way he talked about God, I knew he was deeply, deeply hurt. og hvernig hann talaði Guð sagði mér að hann var But I also sár. know in this, as much as he was offended, En he- ég veit and I knew he was offended, að eins og hann var ofbúðið, but I knew that the smell of God þá veit ég að bara ilmur Guðs was rubbing off on his shirt. kom yfir hann. And that as he was going home, he would still smell it and it would make him even more angry. Þegar hann fór þá veit ég að hann fann ennþá lyktina. But that's the truth. God loves us. En það sannleikurinn að Guð elskar okkur. What else do we have to give than Jesus? Hvað annað höfum við að gefa heldur en Jesús? And I invite you this morning, Og ég vil bjóða ykkur í dag. if you know you have been on this walk with God for a long time, Og þú kannski veist að þú hefur verið á göngunum með Guð í langan tíma. but you can say, my heart is not burning. En þú getur sagt, hjarta mitt brennur ekki. It's familiar, Þetta svona, ég vanur. but it doesn't like burn in my heart as I wish it would En þetta burn. það brennur ekki í hjarta mínu. I invite you to come to the front. Þá vil ég bjóða þær að koma hérna fram. If you feel like, hey, I want this fire again in my heart. Ef þú upplifir ég vil þennan eld aftur í hjarta mitt. I want to commit to reading the Word of God. Ég vil gefa mig að því að lesa orð Guðs. I want to commit to search for Him. Ég vil gefa mig að því að leita hans. I don't want this to be a thing, Jesus to be a thing that I just gather around when I come on Sunday to church. Ég vil ekki að Jesús sé bara eitthvað sem ég kem bara til að hlusta á eða að vera með á sunnudöfum. We can gather around Jesus but never ever touch Him. Við getum alltaf sest niður með It's Jesús. very easy. Það er mjög einfalt. That's why so many people are disappointed with church, Það þess vegna sem að svo margir eru vonsviknir með kirkjuna. because they never actually get to encounter Jesus, Af því að þeir í raun og veru mæta aldrei Jesú. because we don't know how to. Af því að þeir veit ekki hvernig á að gera það. We want to have our 4 songs, we want to have our sermon, we want to have our coffee, bye. Við viljum hafa bara söngun okkar og predikunum okkar og fá kaffið og svo eru við farin bless. But even if you don't want prayer, but I ask you just in your heart today, En í dag þá vil ég spyrja þig, would you commit again viltu gefa þig aftur to search the scriptures like a treasure, til að leita ritningana eins og fjórsjóð? to let Him teach you again His Word, Að lefa ritningunni að kenna þér. even though you find it hard and difficult, Þó að það getur verið erfitt að skilja. because that's where we find. En það það Fire. sem við þekkjum og finnum eldin. And the beautiful thing, Og það fallega we know that every dry thing catches fire the fastest. að allir þurrir hlutir, þeir brenna fljótt. And when we are the driest, we catch the Og fastest. þegar við erum á þurrum stað, að þá getur eldurinn náð okkur hratt. So the worship team can come up. Þannig að ég vil beðja bara lofgjörðu fólkið að koma, lofgjörðun að koma upp.
I also, like you mentioned in the beginning, to pray for healing. I really feel like we should pray for healing today. Töluðum í byrjun að Guð læknar, við byrjum So I have my team on the side. Við trúum að Guð vilji lækna þetta og ég ætla að fá The Bible teaches us that we should lay hands on each other and to pray for healing. Og Biblían segir að við erum að leggja hendur yfir hvort annað til að biðja fyrir lækningu. The reality of the resurrecting power of Jesus Christ is that we have the authority and the power to heal through Jesus Christ. Upprissukraftur Jesú Krist með okkur og hann til þess að lækna okkur. I want to ask you, if you struggle with anything in your body, in your mind, go receive prayer. Og ef þú ert að berjast við eitthvað í líkamæðinum eða hugaðinum, Or if you just want to be blessed. eða bara ef þú vilt fá blessun, If you just want someone to pray for ef you, þú vilt bara fá einhvern til að biðja fyrir þér, because that's what church is. því það það sem að kirkja You come, we minister to each other. Við komum og við þjónum hvort öðru, Each one of us can minister to the other. hvert okkar getur þjónað hvort öðru. So Jesus, we thank you. Þannig að Jesús, við þökkum þér. We thank you that you walk with us. Við þökkum þér að þú gengur með okkur. Thank you that you teach us your word. Að þú kennir okkur þitt orð. Jesus, the Holy Spirit is the only author who is actually willing to sit with you to read his book he wrote. To read the very own book he wrote, he's willing to read with you. Heilagur The only author. eini höfundurinn sem tilbúin til að setja með þér og lesa bók sína fyrir þér. Anytime, anywhere, Að hvenær sem hvar sem Jesus will sit down with you to read his þá word. mun Jesús setjast niður með þér. til There's að no lesa bók. other writer who does that. Það engin annar höfundur sem gerir það. So Father, we thank you. Þannig að Faðir, við þökkum þér. Jesus, we thank you that you walk with us Jesús, ég þakka þér fyrir að þú gengur með and okkur. that even when we don't understand, Og jafnvel þótt við skiljum ekki, you invite us þá býður okkur and you say, would you stop en and just sit with me? Would you stop and just sit with me? við biðum bara að stoppa og setjast niður með mér. That you don't get annoyed with us, Að þú verður ekki pirraður á okkur, but that you said, let me explain to you. heldur þú Let me teach þú you, kennir okkur. because that's who you are. Þegar það sá sem þú ert. You're a good God. Þú ert góður Guð. Father, and I thank you that you set us on fire. Ég þakka þér fyrir að þú setur og Father, I pray that this church will be a church that is known for the love of the Word of God. Og ég bið þér drottningu að þessi kirkja með verið þekkt fyrir ást sína og orðið þínu Guð. Father, I pray that you will bring a seal for your Word upon this house. Og komið þitt orð yfir þetta hús. The Bible said that Jesus was consumed with the seal for the house of the Lord. Segir að Jesús hafi verið He was consumed with the seal, with a jealousy for the house of the Lord. It's okay. But I pray that this would happen in this house, bið að þetta muni gerast fyrir þetta hús. that people will become eaters of the Word of God. Að við verum fólk sem að borðum orð Yes, Guðs. Lord. Now we thank you for your presence, Lord. Ég þakka þér fyrir þína nærveru. We love you for your Word. Við elskum þig fyrir þitt orð. Father, we love you for what you're doing in this nation. Við elskum þig og þökkum fyrir það sem að þú ert að gera í þessari Jesus, þjóð. I thank you that you stir up your body in Iceland. Þakka þér fyrir líkamann þinn hér á Íslandi. That you bring us back to loving you patiently and passionately. Að þú dregur okkur að þér að við elskum þig And that our love will be an overflow that changes this nation. og að ást okkar til þín með breyta þessari þjóð. Thank you, Jesus. Takk Jesús. Amen. 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 Yes, Lord. Endilega komið fram með því viljið fá fyrirbæn. Hópurinn er hér til komin til þess að þjóna til okkar. Komum og tökum á móti því sem að Guð hefur vill fyrir okkur. Ef það er einhver sjúkdómur, veikleiki, hugsanir, eitthvað sem eru að berjast við, komum fram og lefum að þjóna til okkar. Ef það er eldur Guð sem þú þráir að fá aftur í hjartað þitt, stígðu fram, taktu þetta skref, komdu fram og leiðum að þjóna til þín, biðja fyrir þér, leitaðu hans, snúðu til hans, að Jesús megi mæta þér, að Jesús megi koma sinn eld inn í þitt líf. Halleluja, halleluja, meðan við lofum Guð, komið þið fram með þið viljið fá fyrirbæn og taka á móti þessum að Guð hefur fyrir þig í dag. Amen.
Og sé það sem í morgninum býr, veit ég þó allt í lagi. Því þú ert hér og öll loforðin þín. Án þín ég alls ekki nóg, viltu mæta mér á ný. Ég aðeins vil vera eins og þú